Góðan dag. Í þessum þætti af 3D Prentun 101 ætla að sýna ykkur aðeins hvernig maður býr til hluti til að prenta og ég að nota forrit sem heitir Fusion 360 þannig að þetta á við það. En kíkjum aðeins á það. Eins og ég segi þá ætla að sýna ykkur aðeins hvernig ég býr til hluti í Fusion 360 og þetta er forrit sem ég kann ágætlega við. Það er náttúrulega til fullt af öðrum forritum og maður þurfa bara að finna hvað finnast best í því fyrir hvern veginn. En hugmyndafræðin ætti að vera mjög svipuð í flestum forritum og ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig ég býr til einfalda hluti eins og bakka sem ég nota undir Steam-dekkið mitt, Stream-dekkið og fellir ofan í og hallar svona fram. Þannig að ég ætla að gera tilraun til að sýna ykkur bara hvernig ég býr þetta til og hvað það þarf að spá í þegar maður býr til einhverja svona hluti sem þarf að passa við eitthvað í raunveruleikanum. Þannig að fyrsta sem ég geri áður en ég byrja að teikna eitthvað það er að ákveða, ok, ég ætla að láta þennan hlut sem ég er að smíða fitta við þennan raunverulega hlut sem ég held á og til þess að geta byrjað eitthvað í forritinu þá þarf ég að vita hvað þetta er stórt og hvaða snertifleti ég ætla að láta prentið snerta þennan hlut og þannig að það sem ég byrjaði að gera er að mæla þennan hlut og ég nota svona skífumál til þess og ég legg áherslu að það borgar sig að eiga gott skífumál. Ég er búinn að brenna mig á því að kaupa 2 eða 3 ódýr skífumál sem verða alltaf ónýtt en hérna í þessum hlut þannig að við skoðum aðeins þá er botninn og það er svona brún sem að ég ætla að láta prentið liggja á þannig að mér langar að mæla bæði hvað þetta er breytt brúnin með brúninni fram og tilbaka hægri vinstri og líka hvað þetta undir er breytt sem að liggur ofan í skúffunni þannig að sjá að það er svona skúfa sem þetta liggur á þannig að það eru 2 mælingar sem ég þarf að gera það er annars vegar ramminn og svo breyttir og lengdin á græjunni sjálfri þannig að ef ég byrja bara á breyttinni þá er þetta 118 og svo hæðin er 85 þannig að það er fyrsta mælingin sem maður þarf að nota og ég ætla að skrifa þetta niður snöggvast svo ég muni þetta svo næsta sem ég ætla að mæla það er hvað skúfan þarf að vera djúp og sjá hérna er þetta mjórra en þannig að hún þarf allavega að vera nógu djúp til að vera í flútti við það sem þetta er dýpst og ef ég mæli þetta bara með þessum enda þá mælist þetta 17,5 þannig að skráið það niður þannig að skúfan þarf allavega að vera 17,5 svo sé ég að það eru svona tappar neðst sem eru svona gúmmítappar þannig að ég þarf að gera ráð fyrir þeim og þá þarf ég að mæla hvað þeir eru háir og þeir eru 1 mm þannig að þá myndi ég bæta 1 mm við hæðina á skúfunni þannig að það var hann 18,5 þannig að maður þarf að skoða hlutin vel sjá hvað er að standa eitthvað svona út úr og svoleiðis þannig að maður þarf að hafa það í huga og við skulum byrja á því að búa til þessa skúfu og til þess að vita innanmálið á henni þá þarf ég að mæla innanverðu og það mælist 112 þannig að skráði það líka og í þess áttina er þetta 79 þannig að núna er ég komið helstu mælingar og svo sé ég aftan á svona vír sem stendur út úr og hann er í miðjunni og hann er rúmið 4 mm í þvermál þannig að ég þarf að gera ráð fyrir honum að hann standi út úr þessu þannig að ég myndi segja bara 5 mm í þessa hólu sem þarf að vera þannig að þá er ég komið svona grundvöll að vita hvað ég ætla að gera og þetta er atriði sem maður þarf að hafa í huga þegar maður byrjar að búa til módel maður þarf að vita í hvað maður ætlar að nota og hvar það þarf að fitta þannig að gott svona skífumál er mjög mikilvægt
og ef maður er að mæla einhverja stærri hluti þá er maður kannski með reglustrykku eða málband en svona skífumál dugar í flestu tilfellum í svona smá hlutum. En kíkjum þá aðeins á Fusion 360 og skoðum hvað þetta að gera þar. Þannig að hérna er ég bara með tómt skjal og ekkert komið inn í því og það sem ég er skrá hérna niður eru stærðirnar. Þetta er hérna utanmálið, og þetta er innanmálið, þetta er dýptin og þetta er hólan fyrir vírinn. Þannig að ég er búinn að skjala þetta hérna hjá mér og sjá þetta aðeins betur svona. Þannig að þetta er mælingarnar sem ég gerði, þannig að maður þarf að halda þeim til haga. En til að byrja með þá þarf maður að búa til grunnteikningu og núna er bara tómt hérna og ekkert að gerast, en til að byrja með þá fer maður hérna í eitthvað sem við kalla sketch, create sketch og maður velur hérna prent á hvaða ás maður ætlar að gera prentið og ég ætla að gera það hérna bara á botninn, þannig að það er hérna, þannig að við horfum núna beint ofan á prentið og núna ætla ég að búa til ytramálið, byrja á því og ég býð það til hérna frá miðjunni hérna og smelli bara og þá sjá hérna bláa mælieiningarnar, þannig að ég get slegið inn bara núna hérna 85, þá stækkar þetta og svo íti tab, þá fæ ég hina mælieininguna sem er hérna til hliðar og það er 118 og svo íti bara enter og þá er ég komið þennan kassa hérna og þá er þetta svona fyrsta sem ég býð til hérna. Núna ætla ég að gera innri kassan og það er að gera þá nokkra vegu og það sem ég ætla að sýna ykkur hérna núna er að búa til svona hjálparlínur og ég vel hérna línutólið og þá get ég farið hérna í þennan glugga hérna hægra megin, færa hann hérna til, þá er hérna eitthvað sem heitir line type og hér er construction og það eru línur sem hafa ekki áhrif á módeli sjálft en eru notaðar til viðmiðunar hvar maður getur byrjað og annað slíkt. Þannig að núna ætla ég að gera svona construction line frá horninu hérna og í þetta horn og svo ætla ég að gera aðra línu úr þessu horni yfir í þetta horn og með það að gera þetta þá er ég komið með miðjunni hérna á hlutnum og þá veit ég að þetta er nákvæmlega miðjan sem er hérna og núna ætla ég að gera kassa út frá þessari miðju sem er með mælieiningunum að innamálinu. Þannig að núna slekk ég aftur hérna á construction, fer hérna í kassatólið og þá get ég valið hérna í þessu valmynd eitthvað sem heitir center rectangle og þá vel ég hann hérna, vel hérna miðjuna og dreg hérna svona út og samanskap eins og áðan þá slæ ég inn mælingarnar sem ég gerði, þannig að ég var með 79 hæðina og hérna á breiddina var ég með 112 og þá kemur þessi kassi hérna, svo ég til brendir, þá er hann kominn og þá er ég komið þar sem ég þarf hérna til að búa til 3D hlut út úr þessu módeli. Þannig byrjar þetta, maður býr til svona mæliflöt og býr til hlutina sem maður ætlar að búa til 3D hlutur en maður byrjar að gera þessar sketches. Þannig að núna get ég farið bara hérna í finish sketch og ég ætla að gera eitthvað úr þessu. Þannig að þá get ég valið þennan flöt og núna þarf ég að gera flötinn þannig að hann sé eitthvað þykkur og ég get ákveð það bara sjálfur að ég ætla að hafa hann bara 4 mm þykkan. Þetta er bara val hjá mér. Þannig að núna er ég búinn að velja hann, fer hérna upp í extrude eða íta og þá kemur hérna gluggið þar sem ég ætla að velja hvað ég ætla að gera þetta mikið og hérna get ég slegið bara inn 4 og þá myndast þessi plata hérna og leið að gera þetta þá slöknar á teikningunni en ég ætla að gera meira en þetta þannig að ég þarf að fara hérna í sketches hérna vinstra megin og kveikja aftur á teikningunni og núna er hún komin hérna aftur og það sem ég ætla að gera núna er að búa til út línunar og þá vel ég þennan gaur, íti á og núna ætla ég að gera þetta með þyktinni sem ég þurfti og ég mældi á þann 18,5 fyrir dýptina en ég þarf að gera ráð fyrir þessum 4 mm sem er botplatan. Þannig að hérna get ég gert bara 18,5 pluss 4
og þá ég komið þykktina nákvæmlega eins og ég vil hafa hana. Þannig að maður getur búið til hlut með því að slá inn og maður þarf ekki að reikna það fyrirfram, maður getur bara slegið inn formúluna pluss og mínus og svoleiðis. Þannig að þá ég komið þessa botnplötu hérna. Og ef ég myndi prenta þetta út, þá þetta bara einfaldur kassi, mjög auðvelt að prenta og það myndi bara liggja hérna á botninum og þannig að þetta væri bara mjög einfalt en það sem ég vil gera og ef ég sýni ykkur hérna þessa græju hérna, þá ég með svona halla, þið sjáu hérna, ég vil ekki láta þetta liggja flatt á borðinu. Þannig að sjáu hérna að þetta hallar svona, liggur á borðinu og þá þessi flötur hérna. Þannig að ég þarf að koma því einhvern veginn við og ég ætla að sýna hvernig ég myndi gera það. Þannig að þá þarf ég að gera aðra teikningu og ég ætla að gera hana út frá þessari hlið hérna. Og þá fer ég aftur hérna í Create Sketch og núna get ég valið þennan flöt hérna og þá býr hún til teikningu út frá þessum hlut og þá bara flatur ofan á hana. Og færa þetta aðeins hérna og núna myndi ég bara fara hérna í línutólið og velja hérna þetta horn og hérna get ég valið hérna lengdina og ég ætla að láta hana flúta hérna við þessa línu hérna þannig að það kemur svona blá hjálparlína sem ég dreg hérna undir horninu en það sem ég vil gera líka, ég vil ákveða hallan þannig að ef ég ít hérna á tab og fer hérna í grís þá get ég valið hérna 15 gráður, þá þessi lína í 15 gráður. Þannig að núna get ég ákveðið lengdina, en ég búinn að negla niður að ég vil hafa hana 15 gráður. Þannig að ef ég stoppa svo bara hérna, þá ég komið línu hérðan, svo ýti ég bara aftur og tekna línu hér og þá ég komið þennan fláa sem ég vil hafa á þessu módeli. Þannig að ef ég skipta skoðun, þá get ég farið hérna í þessa mælingu, smellt á hana og gert 20 og þá uppfærir hann sig. Og þetta það sem svo æðislegt í Fusion 360 að þetta svona parametric modeling svo kallast. Þetta allt sem bara stilt upp með mælieiningum. Þannig að hérna get ég bara slegið nákvæmlega það sem ég vill og auðvelt að breyta teikningunni. Þannig að núna ég komið þetta og segjum bara ég ætla að hafa þetta 18, það bara tilvalið. Og klára ég þetta og þá ég sný þessu hérna og þá held ég inni shift-takkanum og músatakkanum í miðunni. Þá getur ég rúllað þessu hérna svona utan að sig. En núna vil ég búa til eitthvað úr þessum þríhyrning hérna. Þá aftur ger ég E og núna ef ég myndi gera hérna 5 þá sjáu að þetta kemur í vils átt. Þetta ekki það sem ég vildi hérna. Þannig að hérna get ég gert bara mínus fyrir framann og þá fer það í þess átt. Þannig að maður velur bara flötinn og svo fer maður annað hvort aftur og baka áfram. Þannig að það bara fer eftir hvernig maður snýr hverju sinni þegar maður horfir á þetta í hvaða áttina pluss eða mínus. Þannig að þetta bara ljómandi fínt hérna. Og þá aftur lendi ég því að teikningin hverfur hérna og ég kveiki á henni hérna aftur. En núna vil ég gera þetta hérna hinum megin. Og þá vil ég láta það flúta hérna og þá getur notað sömu teikningu en láti hana byrja hérna við þennan flutt. Þannig að ef ég fer aftur í þennan flöt hérna og gera hérna E þá vil ég hérna, drega þetta hérna til hliðar þá vil ég láta hann byrja hérna og þá get ég varið hérna í start og gert hérna from object þá get ég valið þetta hérna og slegið aftur 5 og núna fór þetta rétt átt þannig ég þurfti ekki að gera mínus en núna ég búinn að gera þetta báðum megin eins en bara frá sitt hvorum fletinum og þá þetta bara eins og ég vil hafa og þá þetta komið og núna segjum að ég sé búinn að prenta þetta út og mér finnst þetta ekki nægilega gott þá get ég farið hérna aftur í teikninguna og edit slegið bara hérna 25 gráður breytinni finish og þá uppfærist hluturinn þannig að þetta sniðugt í þessu forriti að maður getur alltaf farið tilbaka breytingur og haldið svo bara áfram. Þannig að núna ég búinn að gera þetta og þá hallar þetta svona fram og þetta verður þá framhliðin hérna og þetta botnin hérna og núna þarf ég að gera hérna gatið fyrir snúruna þannig að ef við gerum teikningu aftur hérna á þessari hlið hérna á bakinu og hérna
það er að snúa svo hvaða vegu sem en ég ætla að láta þetta snúa svona. Þannig að núna ger ég hérna aftur að gera teikningu á þessum hlut hérna og núna ætla ég að gera hérna svona skera úr þessu í miðjunni og ég ætla að láta þetta vera svona hringlega, þannig að ég fer hérna upp í hringin hérna uppi. Núna er kannski erfitt að sjá það, en þegar ég fer með músina hérna cirka við miðjuna þá kemur svona þríhyrningur sem segir að þetta sé í miðjunni og ég ætla að gera þetta en að hringin í miðjunni, dreg hérna upp og ef ég zooma hérna inn þá ætla ég að láta þetta vera 5 mm eins og ég er búinn að mæla og íti bara enter og þá kemur hérna hringur hérna og ég hefði getað gert bara gat hérna en snúran er með USB-tengi á endanum þannig að það kemst ekki gegnum gatið og þá er ein leið sem að ég gerði hérna í mínu tilfelli, þá get ég gert hérna línu bara frá hliðin á hringnum og beint hérna upp og aðra línu hérna var hinn í hliðinni, beint hérna upp og ef ég klára þessa teikningu þá sjáum við hvernig hún kemur hérna út og núna get ég valið þennan flöt og núna í staðinn fyrir að búa til efni þá ætla ég að draga það frá og ef ég íti hérna E og dreg hérna svona út þá myndast efni en ef ég dreg í hina áttina þá mínus hann frá veggnum. Þannig að hérna er ég búinn að gera gat í vegginn og í þessu tilfelli myndi ég alltaf skoða hvort maður sé að fara á neðarlega og ofarlega og á hérna í þessu tilfelli er vírinn ekki alveg svona niður í botninum en ég get breytt því eftir á. Þannig að núna ætla ég bara íta á enter og draga þetta svona og þið sjá að hérna fór þetta alltaf neðarlega þannig að þetta er ekki það sem ég vildi en ef ég fer aftur í teikninguna en núna til að breyta þessu þá vil ég lyfta þessu hérna upp og núna ætla ég að sýna ykkur hérna sniðut sem maður getur gert að ég get farið hérna, slegið hérna í miðjuna og hérna í botnin og fengið þessa mælingu og þetta er þá mælingin á þessu núna og Fusion er þannig að hún reynir alltaf að færa hlutina til miðað við það sem er fast í kerfinu eins og hérna uppi sjáu þið hérna þetta er vinklar þannig að þetta verður alltaf vinkill en núna er þessi hluti hérna, hann er ekki fastur til hliðar en eins og list. Þannig að ef ég fer hérna og gerir bara hérna 8 þá sjáum við að hann bara færðist þetta til þessu áttina, hann vissi ekki hvað hann átt að gera. Þannig að þetta er ekki það sem hann þarf að gera. En til þess að koma í veg fyrir þetta þá held ég þessari mælingu áfram en gerir aðra mælingu hérna frá þessu út til hliðina hérna og þá er ég búinn að festa þennan hlut þannig að hann fer ekki til hliðar og núna get ég farið hérna og gert 8 þá er ég búinn að breyta þessu klára teikninguna og þá er gatið komið hérna cirka á réttan stað þannig að svona getur maður breytt aftur en til þess að teikningin virki hérna ef ég fer aftur í hérna þá þarf maður bara að hafa í huga ef að þetta er ekki að gera það sem maður vill gera þegar maður gerir svona mælingar að maður þarf að festa teikninguna á einhverja fleiri ása en maður vinna með. Þannig að þetta er svona algengasta sem er að glíma við í svona teikniforriti, það er að maður er að slá inn einhverja tölur til að ákveða eitthvað en maður er ekki búinn að festa hina y og x ásana kannski ef maður er að færa hluti til. Þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga. Ef maður er ekki að finna út og svona þá þarf maður kannski að horfa þetta aðeins frá öðrum sjónarhornum. En núna er þessi hlutur komin hérna og ég get alveg prentað þennan hlut hérna út og hann kemur bara ágætlega út. En það sem ég vil gera með svona hluti sem ég prenta að ég vil gera brúnirnar hérna aðeins skemmtilegri. Þannig að það sé ekki svona skarpar brúnir. Þannig að núna ef ég vel þessa brún hérna og fer hérna í Modify og gerir hérna Fillet og ég get haldið inn hérna Shift takkanum og valið fleiri brúnir. Þannig að ég kom með allar brúnirnar hérna utanverðu og getur valið hérna innanverðu líka þannig að þetta er smá svona handavinna en hérna er ég bara að velja allar brúnirnar og þið sjáu að það verða svona bláar hérna og núna get ég slegið inn hvað ég vil hafa þetta í millimetrum ég get líka dregið örina hérna til þannig að ef ég dreg hann hérna aðeins til þá myndast svona rúnuð brún og ef ég ger eitthvað allt og mikið þá bara slöfast þetta hérna niður og verður einhverju vitleysu þannig að maður þarf að hafa í huga hvað maður er að gera en ef ég zooma hérna inn þá
sé hérna núna við 1,5 mm þá mætast brúnirnar. Þannig að þetta eitthvað sem myndi mynda svona rúnað yfirborð og eitthvað sem mér myndi líka við. Þannig að ég þarf að gera það, ég gera bara 1,5. Hérna vil ég gera þetta líka, ég íti á F og þá kemur þetta fillet og vel aftur hérna með shift þannig að þessa brún og þessa brún og sjáum hvernig þetta lítur út. Og ég nægi ekki að gera 1,5 mm, hún bara cancela sig út af hvernig þetta lítur út. En segjum bara hérna 1 mm, þetta eitthvað sem myndi ganga. Og íti bara enter og þá klárar hann þetta. Sama hérna innanverðu, hérna vil ég gera smá svona fillet líka. Þannig að ef ég vel hérna brúnirnar og held ég shift, vel næstu, svo sný ég mér hérna, vel þessa brún. Og ég að færa mig til hérna með miðju músatakkanum, held honum inni og færi mig og svo held ég shift og miðju músatakkanum til að snúa og get valið þá þessa brún og kíkja hérna aðeins betur inn í þetta, íti aftur á F og þá get ég slegið bara inn hérna 2 mm og þá kemur svona, þetta kannski full mikið þannig ég gerir 1 og þá þetta komið svona hérna, þá þetta svona aðeins nýrtilegra hérna innanverðu líka. Og kannski síðast sem ég myndi verið að gera hérna að þessa brúnir hérna eru svona leiðilega skarpar þannig að ég ætla að sníða þær aðeins til líka, vel þær, shift og vel línuna, F fyrir fillet og ég ger eitthvað vilsi hérna og shift hérna og slæðin hérna 2 þá kemur hérna smá svona, þá er þetta ekki alveg að stinga mann hérna með alltaf þessa greið. Þannig að þetta er hérna græjan og hérna það er náttúrulega að gera alls konar útgáfur af þessu það þarf ekki að vera nákvæmlega svona mælt en hérna það sem maður getur leikið sér með að segja maður að þetta væri alltaf þykkt og þyrfti ekki að vera svona þykkt þá getur maður bara farið í teikningunni og breytt teikningunni og þá uppfærist mótilið. Gerði ég þessa hérna ramma hérna í ákveðna hæð og hérna niðri hérna þið sjáu hérna tímalínuna og hérna getur maður farið bara í tímalínuna. Þetta fyrsta sem ég gerði, það var hérna botnplatan, svo gerði ég þetta og ef ég ger hérna edit á þetta, þá get ég breytt þessu hérna og segjum bara að mér finnist þetta að vera eitthvað aðeins vitlaust og þetta sé kannski ekki, ef ég prenta þetta út og þetta kemur ekki nóg vel út, þá get ég farið bara hérna í breytt í þetta og segjum bara að ég ætla að minnka þetta 2 mm, þá ger ég bara hérna 16,5 og þá lækkar mótilið og svo íti bara enter. Svo fer ég aftur hérna niður í horninu í tímalínuna, laga þetta til og þá er þetta bara uppfært og klárt. Þannig að svona getur maður breytt mótilinu og maður prentar þetta út og í þessu tilfelli prenta ég þetta á þessum fleti hérna og þá er þetta svona, hangir þetta svona og þá þurfti ég að nota support hérna undir. Þannig að kíkjum bara aðeins á slæserinn og ég ætla að vista þetta niður. Og til þess að koma þessu yfir í eitthvað sem maður getur notað í 3D prentun, þá þarf maður að vista þetta niður og hérna get ég smelt hérna, hægri smelt á og valið hérna Save as Mesh og þá kemur hérna gluggi og hérna get ég valið hérna formatið STL eða 3RMF og ég notaði yfirleitt alltaf 3RMF og vel þetta og vel hvar þetta fer, hérna, hvar þetta vistast. Og ég ætla að setja þetta bara á desktopin hjá mér og gefa þessu eitthvað nafn, eitthvað gáfulegt nafn, vista það niður og núna get ég opnað þetta í slæsernum mínum og ég er að nota hérna Prusa slæser, ég er með Prusa prentara og þá hentar þetta forrið ágætlega fyrir mig, þannig að ég fer hérna bara í Open, hætti við allt sem að var hérna í fyrra verkefni, discard og það, discard og vel núna hérna desktopin og þetta hérna sem ég var að gera, opna og þá opnast þetta hérna bara eins og þetta sneri í teikniforritinu en ég vil prenta þetta á þessum fleti hérna þannig að ég fyrir hérna í hérna place on face við þetta og hérna þarf ég support hérna undir þannig að ég ætla að gera hérna support on build plate only og ég ætla að fara hérna í print settings og support material og velja hérna organic, fyrir aftur hérna tilbaka og
ég vil hafa hérna eitthvað inpull sem 15% og ef ég slæsa þetta núna þá koma hérna support hérna inn í prentið og þetta talaði ég hérna þegar ég var að sýna ykkur support í öðru fyrra vídeói þá hérna var ég að tala þessu organic support hvernig þau prenta svona inn í prentið, inn undir það þannig að þetta liggur þá ekki á prentunni sjálfu heldur fer bara hérna til hliðar og hérna inn undir þannig að þetta mjög sniðug típa af support þannig að svona myndi ég prenta þetta og þá maður komið með eitthvað sem maður getur látið passa við raunveruleikann þannig að svona myndi ég teikna upp svona lítinn og einfaldar hlut til þess að láta passa við eitthvað sem ég með á borðinu hjá mér og get hjálpað mér að leysa alls konar svona vandamál þessi Steam Deck fylgdi með henni einhver svona fótur og lög búin að týna honum og það var hvort sem ekki mjög góður upphafi þannig að þetta miklu betra og þetta eitthvað sem að hvetur mann áfram að geta teiknað svona einfaldar hluti og leysa einhver svona vandamál á heimilinu og svo hveti ég ykkur til þess að vista þessi módel niður og setja á síður sem eru fyrir módel eins og Printables eða MakerWorld eða Thingiverse eða aðra slíka síður og þá geta aðrir nýtt sér þetta sama og skýra þetta góðu nafni og útskýra hvernig maður undirbýr prentið og í hvaða forriti maður að gera þetta og svoleiðis upplýsingar og það hvetur að hafa aðra til þess að gera slíkt því sama þannig að það mjög gaman í þessu samfélagi hvað fólk að deila með sér prentunum og það eitthvað sem ég geri alltaf þegar ég bý eitthvað til þá ég vil deili því á Printables sem brúsa síðan og skrifa þannig aðeins verkefnið þannig að þetta partur af þessu 3D prentunarvesinni það að búa eitthvað til og prenta það það sem er skemmtilegast en þetta það sem ég vildi sýna ykkur í þessum þætti og ég vona að þið hafi gagn af þessu og kemur ykkur aðeins á stað þetta ekki eins flókið og það virðist vera kannski uppáfið maður þurfa bara aðeins að byrja að gera einhverja einfaldar hluti og hvetur mann mjög mikið áfram að láta það passa við eitthvað í raunveruleikanum og leysa einhver raunveruleg vandamál ekki bara búa til eitthvað bara til þess að búa til þetta reyna að finna eitthvað vandamál og finna lausnin á því með því að mæla út og 3D prenta og tekna og það það sem að gefur þessu gildi þessu 3D prentunarstósi að gera eitthvað gagn með þessu ekki bara leika sér þó að það sé stór partur af þessu líka en þetta allavega málið í dag þannig að ég sé ykkur bara í næsta þætti þannig að þangað til, hafa það gott, bless